Í Gnúpverjahreppi í Árnessýslu, í 45 km fjarlægð frá Selfossi, stendur bærinn Háholt. Þar búa þau Bjarni Másson og Bryndís Eva Óskarsdóttir ásamt sonum sínum tveimur og stunda búskap. Í þessum þætti ætlum við að kíkja í heimsókn til þeirra hjóna. Bjarni fæddur árið 1983 og hefur alla tíð búið í Háholti. Bjarni stemdi ekki alltaf að því að verða bóndi, en hann kom inn í búskapinn ásamt foreldrum sínum árið 2003. Hann og Bryndís tóku svo alfarið við búinu árið 2007. Ég var komin út á vinnumarkaðinn svona 18, 19, 20, þá var ég bara í góðri vinnu og leið vel í henni og ætlaði ekkert að fara í búskap, en örlögin réði því að ég kom inn í búskap með foreldrum mínum og svo þegar kom að því ákveða sig þá vildi ég ekki hætta þessu og sé ekki þetta því. Bryndís fædd og uppalin á Selfossi, en fékk ung áhuga á búskap. Hún var í sveit í 10 ár sem krakki á bænum Efri Gegnishólum í Gaulverjabæjarhreppi og þar smitaðist hún á sveitalífinu. Ég fór síðan á Hvanneyri og útskrifaður búfræðingur og hef verið hér síðan. Við tókum við hérna 2007. Í fyrstu voru þau Bjarni og Bryndís bæði með kindur og svínauppeldi, en fóru fljótlega að einbeita sér alfarið að sauðfénu. Já, við erum hérna með, svona 400 fermetra, 450 fermetra kannski undir sauðfjárframleiðslunni. Við byrjuðum bara í gamlum fjárhúsum sem á grindum og voru 2 garðar og 1 gjafagrind þegar við byrjum að búa. Já, við byrjuðum sem sagt með 200 fjár. Svo 2008 þá breyttum við gömlu svínahúsi hérna í fjárhús og þar bættist þá 140 við. Svo 2012 þá bættum við að gjafagrindinni inn í hlöðu og það bættist við 70. Það svona smá saman jókst og líka svona betur áræði og við fengum frumbyggingarstyrk, það hjálpaði okkur mjög mikið. Já, og erum eiginlega svona komin í tamp núna. Bæði húsakostu sem til og jörðin leyfir ekki meir. Leggið þið áherslu á einhvern ákveðinn þátt í sauðfjárræktuninni? Já, frjósemina helst. Og svo náttúrulega byggingu líka. Það gefur meira að vera með 3 lömb sem eru 15 kíló heldur en að vera með 2 sem eru 20 kíló. Og eins líka markaðurinn vill kannski frekar sem miðlungsskrokka heldur en þess að hlunga. Látið þið sæða ær? Já, við reynum að taka þátt í því. Við erum að sæða svona 60 ær. Það hefur gefið mjög gott. Það er ekki til þess að hjálpa frjóseminni að sæða en mjög mikla kynbætur í því. Í fjárhúsunum í Háholti má finna 4 gjafagrindur, en 140 fjár enn gefið á garða. Það stendur þó til að einfalda gjafirnar enn frekar og skipta út görðunum fyrir gjafagrindur. Brynningakerfið í öllum húsunum sjálfvirkt og að þeirra sögn þetta að verða ansi þægilegt. Það þarf að gefa í gjafagrindur á 3 daga fresti en við gefum garðana 2 á dag. Gefið þið einhverja viðbót við heyið? Já, við gefum kjaftfóður á sauðburði en við erum með korn yfir veturinn. Þrátt fyrir ungan aldur hafa Bjarni og Bryndís töluverða reynslu í sínu fagi, en hefur mikið breyst á þeirra tíma í búskap. Sumt hefur breyst mikið. Já, við höfum byggt þetta þannig upp. Við höfum verið að létta okkur vinnuna, bæði létta okkur og skepnunum vinnunarinni, þannig að við getum komist upp með að eyða minni tíma í þetta og spara skrokkina á okkur sjálfum. Maður er svona farin að spá í litlu hlutunum sem skipta máli, eins og með gjafaferðir og svona hvernig maður vinnur með féð, rekstragangar og tölvuvigtar og góð merki og það margt sem skiptir máli. Umhverfið í greininni hefur kannski ekki breyst og það væri gott ef það hefði breyst meira á þessum tíma. Bryndís og Bjarni reyna að hjálpast að við flest störf og segja verkaskiptinguna ekki mikla. Konan sér núna eingöngu matseldina en í búskapnum þetta nú bara skiptir í raun engu máli. Við getum leyst hvort annað af alveg eins og það ekki skýr verkaskipting í búskapnum. Bjarni sér svo sem alfarið svona rúllun og slátt en sauðfjárbúskapur mjög sameiginlegur. En ásamt því að vera með fjárbúskap reka þau verktakafyrirtækið Búið og Gert e.h.f. sem var stofnað í janúar árið 2007. Fyrsta sumarið 2007 þá byrjuðum við að þjónusta 2 kúabændur og fleiri sauðfjárbændur og hrossabændur. Síðan hefur þetta svona undið upp á sig og við erum búin að endurnýja tækjakostinn, hluta til 2 og sumt 3 og erum núna svona komin í þann tækjakost sem við viljum vera í. Eina öfluga dráttarvél, 200 hestafla Ferguson sem við rúllum á, berum á, sláum, hirðum rúllur
Svo erum við með 5 sekkja áburðardreifara, GPS og tölvustýrðan. Við erum með sláttuvélar með knósurum, framan og aftan, sem er svona vaxandi þjónusta hjá okkur. Við getum rakað saman og snúið fyrir þá sem það vilja. Við hirðum talsvert á rúllum fyrir bændur, erum með stóra vagna í því. Svo svona nýjasta afurðin í þessum geira við keyptum okkur traktorskröfu, erum að þjónusta bændur og sveitafélagið hérna í svona allskins viðvikum á henni. Svo reyndar erum við að gera upp núna gamlan Massey Ferguson 1979 árgerð sem er búin að vera í pásu núna í nokkur ár, sem á að verða hluti af rekstrinum. Við erum bara hérna, má segja, innan sveitar, þjónustum 2 kúabændur bara hérna í nágrenni við okkur og nokkra smerri aðila sem eru með sauðfé og hross. Svo reyndar á síðasta ári höfum við fengið talsverða vinnu inn í Búrfelli þar sem við verðum að stækka virkjunina. Við vorum þar í allt fyrrasumar og fram á haust með traktor og haugsjó í stöðugri vinnu. Þannig að það er mjög gott, góð búbót. Það má glögglega sjá mikinn húsakost á hlaðinu í Háholti. Fjárhúsið og hlaðan sem nú er búið að breyta í fjárhús voru byggð árið 1974. En fjárhúsið sem áður var svínahús var byggt á milli 1950 og 60. Verkstæðið var svo reist árið 1981. Hafið þið byggt eitthvað eða látið reisa einhverjar nýja byggingar? Nei, við erum svona aðalega verið bara svona í almenni viðhaldi. Ekki nema helst kaffistofan okkar. Við erum svona svolítið mótina henni. Gefum sér vel að Sauðburði. Bryndís og Bjarni eiga alltaf 2 þjálfaða border collie hunda og eru oftast með þann 3. í þjálfun sem þau selja svo frá sér. Þetta er bara nauðsynlegt, vil ég meina, þegar maður er allavega komin á bragðið með sauðfjárbúskapnum. Þetta léttir manni verulega störfin og hérna bara, já, nauðsynlegur hluti af búrekstrinum að eiga, minnstu kosti 1 notaðan hund og við höfum lagt það þannig, við eigum alltaf 2, það getur alltaf orðið slys á þessu eins og hverju öðru, maður getur mist hund eða hann slasar sig eða eitthvað. Það eru frekar langar smalamennskur hérna, við förum í 9 daga göngur þeir sem fara lengst, það reynir á menn og skepnur þar, þannig það er gott að hafa góða hunda þá. Já, þau hafa nóg fyrir stafni hjónin í Háholti og eru með myndalegt bú. En hafa þau velt fyrir sér að fara út í lífrænan búskap? Nú ekki hugleitt það, en ég myndi að segja að búskapur í Íslandi í dag er nú ótrúlega lífrænt, sko. Það er ekki margt sem þarf að breytast. En það litla sem þarf að breytast er samt svolítið stóri póstar, sko. Eins og áburður og lyfjagjöf, sko. Það er svolítið nauðsynlegur póstur í búskapnum, ekki spurning. Annar mikilvægur þáttur í sauðfjárbúskap á Íslandi er útflutningur á lambakjöti. Ég held að sé alveg klárt að við værum ekki á þeim stað þar sem við erum í dag, greinin, ef við hefðum ekki haft útflutningin undanfarin ár, eins og þegar að betur áraði með krónuna, þá var það útflutningurinn að gefa okkur jafn mikið og innanlandssalan í krónum og kíló. Þannig að það hjálpaði okkur að hækka verðin fyrir örfáum árum síðan. Við þurfum að leggjast á eitt til að finna leiðir til að koma umfram framleiðslunni í landinu sem er í dag 3500 tonn. Við þurfum að finna leiðir til að koma þessu út á sem besta markaði til að við getum viðhaldið þessari framleiðslu sem við höfum í dag. Mér finnst galið að hugsa þetta þannig í dag að það sé offramleiðsla. Við eigum bara að hugsa það þannig að við þurfum bara að sækja fleiri markaði. Við viljum ekki þurfa að fækka fénu okkar bara á 5 ára fresti og fjölga því svo hinn 5 ára til þess að akkurat til að það árar betur. Við viljum bara fá smá stabilitet í þetta, þannig að við getum haldið framleiðslunni þar sem hún er í dag og þá líka getum við vaxið sem atvinnugrein. Við vöxum ekki á því að vera alltaf að fækka og fjölga. Við þurfum að fá bara þessi góðu markaði og leggjast á eitt það, hvort sem við heitum sláturleyfishafar bændur eða erum í störfum fyrir markaðsráð kindakjöts eða Landssamtök sauðfjárbænda. Það vil ég meina að sé okkar stóra verkefni í dag. Og með þessum orðum endum við heimsókn okkar í Háholt.